Ja, góð dag. Þessi fyrirlestur fjallar hreyfifræði og við ætlum að fjalla hreyfifræði í þessari viku, þessari lotu 11 og næstu lotu. Og hreyfifræði er bara svona einhver fræði sem að fjallar hluti á hreyfingu og hlutir geta sem sagt verið á hreyfingu og annarkvort með einhverjum hraða eða þá haft hröðun. Og við ætlum svona bara rétt að fara svona að kynnast þessum svona grunnhugtökum í þessu, að við ætlum að skoða hvað bara er átt við með jöfnum hraða og hvað er átt við með hröðun, og skoða einhver dæmi með það og svona aðeins velta fyrir okkur mismunandi einingum sem eru notuð yfir þessi hugtök. Og það er eitt af því sem að þarf að passa svolítið upp á í skilverkunni þessa vikuna, er að passa upp á einingarnar. Og það getur verið að maður þarf eitthvað aðeins að umrita gildi sem maður er með til að hafa réttum einingum. Nú, hraði við þekkjum hraða bara, eða hugtakið hraði úr daglegu lífi. Við þekkjum hann kannski bara best á því þegar við erum að aka bílnum okkar. Og það er svona einhver málvenja að oft tala maður að maður sé að aka að 100 km hraða, sem er rauninni ekki rétt. Þetta er ekki rétt svona fræðilega kannski að segja að maður sé 100 km hraða, en það vantar eitthvað í þetta og það sem maður er að meina og margir nota oft eða flestir er að segja að maður sé á 100 km hraða á klukkustund. En svona málvenjan er að segja að maður sé bara 100 km hraða. Og það liggur eiginlega svona bara í einingunum sem maður notar. Og ég kan bara skrifa til dæmis bara 100, að maður sé á 100 km hraða á klukkustund. Og núna þetta kannski gott dæmi, að þetta ætti ég að taka 90 km, að maður getur að taka dæmi eitthvað sem er meira en hámarkshraði, en þetta er hraðinn. Maður getur kannski tekið þetta dæmi að maður sé á 100 km hraða á klukkustund. Og það þýðir bara það að maður kemst 100 km á 1 klukkustund. Og ef maður myndi bara segja að hraði minni væri 100, þá myndi það nú ekki segja mig neitt. Hann er 100, en hann geti verið 100 metrar á sekúndu eða fet á klukkustund. Þetta segir mann ekki neitt, og þess vegna er svo mikilvægt að sleppa aldrei einingunum. Þetta eru einingarnar. Já, pennin skrifa hann ekki alveg og formúlan eiginlega liggur í einingunum, að hraði og formúlan er hér. Hraði er ekkert annað en einhver vegalengd deilt með tímanum sem það tekur að fara þessa vegalengd. Og í eðlisfræði eðlisfræði það sem að vera að vinna með einhver svona jöfnur, að þá er mjög gott að venja sig á það að nota einhvers konar tákn sem að tákna til dæmis eins og hraða. Hérna er táknið vaff fyrir hraða, og þetta kemur úr ensku fyrir velocity, og T fyrir tími, og S fyrir vegalengd. Og ég bara verið að viðurkenna það, ég veit ekki alveg hvaðan þetta S kemur, en þetta er svona hefðin að nota þessi tákn, vaff, T og S. Þannig að þessi sama formúla, hraði er vegalengd deilt með tíma, er þetta að skrifa bara svona með þessum táknum. En þannig að það maður bara að vera alveg með þá hreinu hvað vaff táknar og hvað S og hvað T. Og þetta kom bara beint úr einingunum. Við getum séð bara hér. Nú ætla ég að nota hennar rauðan. Getum séð að einingarnar voru kílómetrar á klukkustund. Kílómetri er bara einhver vegalengd og klukkustund er einhver tími. Þannig að þetta er það sama og stendur í rauninni hér. Þetta er bara vegalengd í rauninni deilt með tíma. Og ætli þess ekki bara best að vinda sér einhver dæmi, og þetta er nú bara svona eins einfalt og það verður. Hérna er nú bara tekið dæmi, bíll ekur 1500 metra á 110 sekúndum, og þá spurt bara hver er hraði bílsins, og ætli þess ekki þá vera að eiga við hér hver er hraðin þá í metrum á sekúndu. Og
ef við ætlum að reikna þetta að við myndum nú bara skrifa upp formúluna, að formúlan fyrir hraða bara hraði er jafnt og einhver vegalengd s sem að hluturinn fer og á einhverju tímaeiningu t og vegalengdin s var, hann ætlaði að fara 1500 eða hann fer hérna 1500 metra og það tekur hann 110 sekúndur og ég segi bara 15 deilt með 110 að þá fóðið út hérna 13,6 metrar á sekundu sem hraðinn. Nú það náttúrulega líka hægt að spyrja eitthvað annað eins og vegalengdina eða tíman ef maður veit til dæmis hraðan og þá eiginlega bara þurfið þið að vera orðin nokkuð svona, eða þurfið að vera svolítið sleimbara í eða umrita svona jöfnur og grunnjafnan hérna fyrir hraða var, gerum þetta nú bara hér hérna, grunnjafnan var að hraði er jafnt og vegalengd deilt með tíma, að þá ég geta bara umrita þessa jöfnu, til dæmis ef þið vitið til dæmis hérna hraðan vaff og vitið tíman, að þá ég geta bara umrita þessu og fært tíman hérna yfir jafnaðarmerkið og staðið þá eftir með að vaff sinnum tími er jafnt og vegalengdin. Og alveg eins getið þið umritað þessa jöfnu þið viljið einangra t út af henni, þessari grunnjöfnu hérna. Þetta var grunnjöfnan sem við erum alltaf að vinna með. Að þá myndið þið færa t yfir og vaff tilbaka og þá myndið þið standa eftir með að tíminn, ef við þurfum að finna tíman, að þá er það bara vegalengdin deilt með hraðanum. Þannig að þetta er þessar þrjár jöfnur hérna, 1, 2 og 3, þrjár jöfnur og þessar jöfnur eigið að geta alltaf notað ef þið eru að finna annarkvort hraða, einhverja vegalengd eða einhver tíma fyrir hluti sem er að hreyfast með einhverjum jöfnum hraða og nota bene þetta og náttúrulega bara við ef að hlutir er með jöfnum hraða og hérna við höfum fjallað aðeins það og hérna á næsta fyrirlestri hvað gerist ef að hraðin er ekki jafn, en þá er hlutur með hröðun. Og er það ekki bara best að vinda sér í næsta dæmi ef við vitum þetta. Nú þarna bíll ekur með hraðanum 25 metrar á sekundu og hann ætlar að aka þessum hraða í 20 sekundur og þá er bara ágætt að vita hvað kemst það langt á þessum tíma. Og þá ætla ég að nota hérna þessa jöfnu 2 þarna og það er jafnan svona vegalengdin hlýtur að vera hraðin sinnum tíminn og við erum með hraðan hérna, við þurfum ekki að breyta neinum einingum, að hraðin er hérna 25 metrar á sekundu sinnum og hann ætlar að fara þetta í 20 sekundur sem eru hérna 500 metrar. 500 metrar. Kemst náttúrulega 500 metra, en það liggur það líka augum uppi og ætlar að fara 25 metra á hverri sekundu, þú fer 25 metra á 1 sekundu, á 20 sekundum hlýtur að fara bara 20 sem lengra eða 500 metra. Og það er hérna bara fínt að sjá að einingarnar styttast út hana, að þau getur stytt þessi S út og eftir standa bara metrar. Og það er bara fínt að taka þetta þriðja dæmi núna og segja þetta svo bara gott í þessu fyrirlestri. Að þriðja dæmi, það er bara að vera að spyrja hversu lengi bíll er að aka einhverja 600 metra ef við vitum hraðan og hraðin hann á 25 metra á sekundu. Og þarna ætla ég að nota hérna neðstu jöfnuna, hann er komið bláan lit aftur. Þá er tíminn lítur að vera færslan eða vegalengdin sem hann fór deilt með hraðanum og þarna við erum að vita færsluna, hann fer hann einhverja 600 metra og hann er að fara á hraðanum 25 metra á sekundu og ef þið sláið þetta bara inn í tölvu þá fáið hérna hraðan 24
24 metrar á sekúndu. Og það er líka bara svona fínt að kíkja hvernig einingarnar í þessu styttast út og verða metrar á sekúndu. Já, nú sé ég hérna klukkunar aðeins og margt og ég fer aðeins að steypa hérna. Við vorum alltaf að reikna hérna tíman, við erum ekkert að finna einhvern hraða, þannig að enda þetta var ágætis dæmi hérna að sýna að maður á alltaf að nota einingar til að sjá maður sé ekki að gera hennar vitleysu. Það var auðvitað spurt tíma þarna og þetta bara fínt að ég ætla ekki að vera að taka þetta aftur upp. Það var spurt hérna hversu lengi bíll aka þessa vegalengd og þá ætla ég að sýna hvernig einingarnar styttast út og þið endið hérna endið með sekúndur hérna. Og einingarnar hérna, þið eru með metrar deilt með metrar á sekúndu og þarna eitthvað þið deilið með broti og það er reglan fyrir því að þá taki broti sem hefur verið neðan og snúið þið við. Þannig að þetta eru metrar og snúið neðri brotunum við og þá er metrar eftir niðri og sekúndurnar fara upp. Þá styttast hérna metrarnir út og þau eru með sekúndur. Þannig að þá læt ég þetta duga hérna með þessa bara venjulegu grunnjöfnu hraða og þessi 3 dæmi sýna hvernig á að reikna hraða, vegalengd og tíma. Takk fyrir.